velkomin að Rauðaborðinu, laugardaginn 29. nóvember. Ég heiti Marja Lilja og er hér í helgispjalli með nokkuð góðum gesti sem er mér mjög kær, persónulega, og held flestum Íslendingum. Andrea Jónsdóttir, vertu velkomin. Takk fyrir það. Ég hef nú ekki verið gerð neina skoðanakönnun. Það hefur ekki verið gerð skoðanakönnun, en ég held að þú sért svona með þeim óumdeildari svona í íslensku samfélagi. Þú hornsteinn í amma rokksins og svona kölluð þínum ýmsu nöfnum, Dr. Dre. Allavega nokkrum. Fáum. Andrea, við kannski byrjum bara á byrjuninni. Þú ert fædd á Selfossi. Júp. Ertu fyrst í Hnakkin? Ó nei, þetta var rokkbær. Þegar ég var að mistkosti, bara unglingur og ung. Þetta kom með vini mínum, honum Einari Bárðar held ég og þeim. Já. En hann getur líka alveg verið rokkari samt. Já. Hvað, áttu stóra fjölskyldu? Nei, afsakið, það er eitthvað svona hemm í halsinum. Ég á, sem sagt, mamma og pappa, sem bara voru gift og skildu aldrei. Og ég á tvær systur, ég er akkurat í miðjunni á þeim. Svo átti ég einn bróður sem lést á þessu ári. Já, samryggist. Takk fyrir það. Og þið hafi verið samhildin fjölskylda? Svona... Já, við vorum það. Og þetta var svona, ég er fædd þarna í húsi sem heitir Núpur en heitir núna Kaffi Krús. Ekki Kaffi Núpur eins og það ætti náttúrulega að vera. Af því að afi minn og amma, þau byggðu það og ég held að þau hafi flutt inn í það svona kannski rétt fyrir 1929 held ég endilega. Þau kom frá Eyrarbakka og svo axlaðist það nú þannig að mamma mín og pabbi mín þau fluttu svo inn í voru á efri hæðinni, af og amma voru á neðri hæðinni og við á efri hæðinni. Og ég fæddist svo í því húsi. Já, það var gott að vera með og afa í húsinu? Ó já, það var bara mjög gott. Og amma söng sálma fyrir okkur og spilaði orgel. En afi spilaði endalaust manna við okkur. Já, var mjög, badgott fólk. Já, og þú ert það líka. Ég hitti þig hér oft með barnabannið þitt. Já, barnabann, hvað heitir þetta? Við segjum bara langömmubann. Langömmubann, það er kannski bara best að segja það. Já, það, ég er heilmikið með það og bara barnið, er besta heilsurækt sem ég hef farið í. Bæði andlega og líkamlega. Ég var rak augun í að þú fékkst fálkaorðuna fyrir nokkrum árum. Já, var ekki þegar ég var 70 líklega. Já, það kom mér bara mjög á óvart og það vill nú þannig til að ég þekki þann sem var forsetaritari þá, ég veit ekki hvort hann er það ennþá, Örnólfur Thorsson. Ég hafði kynnst honum, ég var prófarkalesari á Þjóðviljanum og hann kom stundum inn sem prófarkalesari svona í aflýsingu og var líka held ég að lesa stúdendablaði. Maður kynntist ýmsum á því ágæta blaði sem er löngu dautt. Og þannig að svo hringja hann í mig, ég segi bara, og ég var að keyra og alltaf löglega með eitthvað í eyranu, svo ég taki það fram. En ég segi bara, þú ert að grínast. Látt ekki svona eða eitthvað. Hann sagði, nei, ég er bara alveg sagt. Og ég segi, nú, það er náttúrulega, Guðni er svo frjálslyndur forseti. Hann segi, Guðni hefur ekkert með þetta að gera. Þannig að svo þurfti ég bara að þegja yfir þessu þar til, En ég ákvað bara að taka þetta. Mér fannst þetta mikill heiður. Já. En ég dáist líka alveg af fólki sem er með einhverja meiningar á embættinu eða hvað Ísland er að gera eða eitthvað slíkt. En ég er einhvern veginn svona,
ég einhvern veginn, ég er mjög sein til þess að svona taka undir eitthvað slíkt og það er kannski líka því að ég er það gömul að maður er farin að þekkja sko forsetann og þekkja bara alla sem, eða mjög marga sem eru í alls konar stjórnunarstörfum og á Alþingi og eitthvað slíkt. Maður veit alveg að já, maður held að flestum gangi mjög vel til í hvaða flokki sem er. En það eru það reyndar mjög slæmar undantekningar þar á. Við förum kannski ekki endilega úti, mér finnst ekki gaman að tala. Nei, þú ert ekki mikið fyrir að tala um pólitík. Jú, ég get alveg talað um pólitík, en ég vil ekki endilega tala illa um pólitíkusa. Já, ég skil. En ég get verið mjög ósammálaðin. Og það er gott. En svo ég segi það bara hér og nú, mér finnst bara miðflokkurinn bara ómögulegasti flokkur sem hefur verið við stjórn sem hefur verið á þingi með ómannúðlegar skoðanir og bara allt slíkt svo það sé sagt. Já. En ég er ekki að segja að þetta sé allt slæmt fólk. Nei. En bara á mjög miklum villigötum. Já, þetta er svona andlega og bara einhvern veginn svona siðferðislega. Mikið afturhald. Já, og bara að vil bakka með okkur bara og banna allt hægri vinstri. Banna fólki að vera gott, mér sé. Já. Hérna, já, þú ert mikill hippi. Já, allir ekki. Þú ert alltaf með písmerkjum hálsinn, Andrea. Það er mjög gaman. Þú snýr alltaf öfugt. Ég reyna að laga það öðru hverju. En þú, hérna, er það eitthvað sem kemur bara ólíksárunum eða? Já, ég er af Beatla og hippa-kynslu, eins og ég segi bara. Og sko, fyrsta litla Beatla-platan kom út svona síðla árs 1962, þá er ég 13 ára. Þannig að Beatlarnir eru bara mín unglingahljómsveit, táningahljómsveit. Já, maður heldur í uppáhalds táningahljómsveitina sína. Já, og þetta var bara svo mikil breyting líka, bæði þeir sem persónur og maður náttúrulega var að fór til Reykjavíkur í búðina frímerkjasalan hérna og var í Lækjargötu. Og þar voru send ekki bara frímerki, heldur líka Beatlablöð. Það voru gefin út mánaðarlega, það var einhver aðdáendaklubbur í Liverpool sem gaf út mánaðarrit með myndum og það var bara svart-hvítt til að byrja með sko. Og þannig að maður fór alveg og keypti blöð þar og eitthvað. Og svo bara fylgist maður bara elst upp með Beatlunum. Já. Þeir eru svolítið eldri en ég. Sá yngsti George Harrison var yngstur, fæddur 43, hann er 6 árum eldri en ég. Og svo bara náttúrulega breytist þetta og svo mikil þróun í tónlistinni þá. Og ég segi stundum að það var svo mikil hugmyndaauðgi, til dæmis hjá Beatlunum, sem er náttúrulega bara besta hljómsveit í heimi fyrir og síðar. Þeir náttúrulega byrjuði þetta allt hvernig þetta er. Og byrjuði að semja allt sjálfur eða vildu hafa það þannig. Og þannig að maður svona og ég held líka að hugmyndaaukinn hafi verið svo mikil að því að tæknin var langt og eftir einhvern veginn hugsuninni sem þeir höfðu. Já, í sambandi við, þannig að þurfti mjög mikið að spila segulbönd afturbak og eitthvað. Er það þarna upp úr 13 ára sem að þú færð svona þennan músík áhuga? Ég reyndar aðeins fyrr. Ég var mikið svona Presley-fan, hann Axel, bróður minn, sem ég svona myndist á hann, að hann var vélstjóri. Og þegar hann var mjög ungur, að þá náttúrulega var hann í námi hérna fyrst í iðnskóla og svo hérna í, hvað, er það stýrimannaskóli eitthvað? Ég veit ekki, allavega einhver sjómannaskóli hérna í Reykjavík. Stýrimannaskólinn. Eitthvað þannig, eða vélstjóraskóli, nei, maður ekki. En allavega þá var hann mikið á millilandaskipum, fekk sko vinnu þá, sem part af náminu. Já. Og hann keypti svo mikið af skemmtilegu dóti handa okkur
dúkkum og ég man alltaf eins og ég keypti hann svona eldavél, svona litla eldavél og það voru svona pínlitlir einhvers konar gaskubbar eða eitthvað þannig að það var hægt að láta ketilinn svona flauta, sjóða, einhverju svona litli eða svona einhverju svona sterin. Eitthvað sem að mjög bannað í dag. Ábyggilega, hvað þá handa börnum? En það brendi sig enginn, þannig að þetta var nú allt í lagi. Og hann til dæmis keypti plötur af því afi minn átti grammifón. Já. Og þetta voru svona, fyrst 78 snúninga plötur. En fyrsta 45 snúninga sem ég sá var með Bill Haley og Axel keypti þetta og við vorum að spila þetta heima og enda með við brættum úr gamla plötuspilunum. Bara kom svona reykur og bara allt stopp. Reykur og brunalykt. Já, afi hefur væntanlega ekki verið mjög glaður. Veistu, hún var alveg sama, hann var hættur að hlusta á þetta en hann átti fullt af Emma-kvartettinum og einhverju svona. En samsagt að þá byrjaði þetta og ég man alltaf fyrsta lagið sem að mér fannst að vera algjörlega frábært. Það heitir Bebop-a-Lula með Gene Vincent. Og ég bara varð svona, bara með algjörða dellu og reyndi að hlusta á allt í útvarpinu. Og ég fílaði Ragga Bjarna, svona kokkur og kútir frá Sandi og alls konar svona. Og svo Elvis Presley. Og ég vorkenndi honum alltaf svona mikið, ég veit ekki út af hverju. Það var alltaf svolítið svona sorgmættur í augunum. Já, mjög svo. Já. Alltaf einhvað einn og sorgmættur og það sætur og eitthvað svona bara, já, ég veit það ekki. Ég hef verið spákona hann og sá fyrir hann sorgleg og æfi því miður. Já. Ég veit ekki þannig en samt. Já, það var eitthvað svona harmur í honum. Já, ég held bara að það eru náttúrulega til margar sorgarsögur fólk sem fer allt og fljótt í þessum bransa og í kringu það. En ég einhvern veginn, mér finnst alltaf Elvis Presley í sorglegustu söguna. Já. Af því að þrátt fyrir Janis Joplin sem er náttúrulega eina mínum uppáhalds fólki. Hún var þó glöð og skemmti sér. Já, einmitt. En einhvern veginn sé ég ekki að Elvis var bara innilokaður af einhverju gæslufólki. En hvað það? Hvað varst að spyrja? Já, ég var að spyrja tónlistaráhugann, svo ferð þú bara á flug. Já, hann er þér svo í blóðborin einhvern veginn að þú kemst bara og mér hefur alltaf fundist þetta svona merkilegt og mér finnst ekki bara, minn áhugi er ekki bara í sambandi við tónlistina, það er það sem er svona heyranlegast eða sjáanlegast en það er líka, finnst mér, sagan á bakvið bara fólkið og sko þegar þetta byrjar það var bara gert lítið úr tónlistafólki, þetta þótti bara vera ómerkilegt og auðvitað bókstaflega sem var nú aldrei á Íslandi en bókstaflega í Bandaríkjunum var þetta tónlist djöfulsins og varð líka strax af því að þetta rock kemur náttúrulega frá svörtu fólki þarna blúsararnir og allt það og Elvis Presley og mamma hans fóru alveg í Svartakirkju, þau voru mjög fátæk, þau bara voru í svona gettói þannig að hann var vanur að umgangast alls konar fólk og reyndar mamma Elvis Presley, hún var hálfur indjáni, þannig að ég segi þess vegna var Elvis svo fallegur. Já. Og þannig að hann er alveg kominn þarna úr mikilli fátækt og svo kemur þessi rosalega mikla frægð en ég veit ekki endilega hvort að það olli honum erfiðleikum en það náttúrulega er til myndir þetta og sagnfræði þannig ég ætla ekki að fara lengur út í það er hægt að lesa allt núna. En hvernig var skólinn á Selfossi? Það var bara svona típiskur barnaskóli og Áttirðu marga vini? Já. Þú hefur alltaf átt marga vini? Já. Ég bara var svona, ég man til þess að vera krakki, ég var mjög mikið dugleg að leika mér úti og til þess að þegar ég var krakki það er ennþá sem vinkonur, það voru tvíburasystur sem áttu heima hinn með mig göttuna, Lólu og Gunna. Það voru reyndar ári eldri ég, þannig að við vorum ekki í sama bekk. En
frábærir kennarar sem voru þarna og ég man nú til dæmis í sko síðasta, hafa 7. bekkur í barnaskóla, er það ekki, er það 7. bekkur? Já. Já. Og þá við vorum næstu í 30 í bekknum og engin læti. Jú, kannski kom aðeins svona eitthvað fyrir stundum en ekki þessi hávað og svona. Nei. Veitu, hann heitir Óskar Sigursson sem kendi mér og lifir er orðin bara tölvert yfir nírætt held ég. Já. Og býr á Selfossi frá Vestmannaeyjum. Algjörlega frábær kennari og fór með okkur í ferðalag til einhvern tímann bekkerferðalag til Vestmannaeyja og það var stólist. Við fórum allavega í Surtsey. Já. Það er Það bannað. kannski mátti ekki, það er bannað. Ég veit ekki hvort það var bannað þá. Nei. Ég verð ekki alveg viss hvað það. Já. En algjörlega frábær kennari. Já. Og Svo kemur Gaggó. svo kemur Gaggó, var þar á Selfossi og tók landspróf sem þurfti til þess að komast í menntaskóla. Ég hafði ekki beint hugsað út í það. Nei. En svo sem sagt ákveði ég að skella mér í það. En ég valdi MR fram yfir Laugarvatn. Það var svona algengast að fólk frá Selfossi færi á Laugarvatn, held ég. En ég var bara einu bekknum sem fór í MR. Já. Og útskrifaðist þið úr MR? Og MR, já. Já. Og hvernig var í MR? Hvað árið þetta? Ég fer í MR 1965, og klára 1969, stúdent á. Það hefur verið gaman að koma til Reykjavíkur á þessum tíma. Já, sko ég hafði eitt á móti Laugarvatni en ég bara vildi geta verið í bænum og farið í bíó og eitthvað svoleið, sko. Þannig Ég bara varð einhvern veginn svona, bara strax þegar ég var krakki var ég bara hrifin af skemmtana yfirnaðinum. Já. Ég Það sé hugsaði ekki beint fjörið þannig. svolítið Já, þannig. eitthvað svolítið þannig. Já, og fjörið og fólkið. Já, einmitt, já. Sko, og en þann dag í dag vil ég vera þó ég sé orðin mjög einhvern veginn löt að fara í bíó og eitthvað þannig, það vil ég samt hafa tækifæri til þess. Já, einmitt, það geta gengið út. Já. Og verið þessum fólkið og stuðið Já, þess. einmitt, já. En eftir MR, þú ferð, ég veit það því að þú hefur sagt mér það, til London og upplifur svolítið svona í heipana þar. Já, sko, já, ég kannski nefna eitt sem að mér hefur stundu verið skýring á því þegar að unglingar stangast á við foreldra sína, að ég sem sagt fer til Reykjavíkur 65, 16 ára og fer í MR og þá var nú bara svona heimasími og ég leigði hjá frænku minni og manninum hennar og þessi maðurinn hennar, það var Svavar Gesson, pappina Svandísar Svavars og sem sagt mamma hennar og við Nína vorum sem sagt bræðræddætur. Þannig að ég var hjá þeim leiði hjá þeim þarna í 2 ár, svo fóru þau til Þýskalands. Svandís var hvað 1 árs þegar ég kynntist henni. Og svo fóru þeir sem sagt og þá tók við systir hennar Nínu, hún Ásdís heitinn, sem er nýlega látin frænka mín, og 2 vinkonur hennar, Laufi og Þóra. Og þær eru bara 2 árum eldri en ég. Mér fannst það svo mikið kettlingar. Nú. Já, þær fóru á Hótel Sögu að skemmta sér. Meðan ég fór bara austur á Selfoss á Sveitaböll, kannski ekki hverja helgi, en maður fór bara á puttanum. Þannig það er svo skrítið hvernig allt í einu kemur, sko, þegar bílarnir koma svona. Það verður eiginlega, sko, ég verður svona bílakonu hippi en ekki þær, þó að sé bara 2 ára millar. En þær voru samt alveg bílaaðdándur og allt það. En svolítið svona skrítið hvernig geta einhver kynslóðaskipti orðið bara þó fólk sé næstu jafn gamalt. Og hvað heldur það sé? Ég bara veit það ekki, kannski, já,
ég bara hef bara eiginlega enga skýringu. Já. Jú, kannski. Það munur á því. Ég 13 ára eins og ég sagði þegar fyrsta Bítla-platan kemur út, en þær eru þá 15 og svo bara svona. Já. Og kannski ég opnari fyrir því. Já. Kannski munar á hverju ári hversu næm við erum fyrir einhverju. Það getur verið. Já, alveg möguleiki. En sem sagt en það var í fyrsta skipti þegar þær tóku þarna við mér menntaskóla stúlkunni. Það er fyrsta skipti sem ég var spurð hvort ég væri búin að læra. Já, það? Já, ég var alltaf mjög duglegur nemandi og gekk verið mér fannst bara gaman að læra. Þannig að það þurfti ekkert að segja mér að gera það neitt. Þannig að ég bara, það er fyrsta skipti sem ég lendi bara svona undir einhverjum aga. Já. Af því að þær voru einhvern veginn með svo mikla ábyrgðartilfinningu. 2 árum eldri, veistu þú svolítið sætt. Það er bara verið, börn sjálfar. Já, svo leiðis, já. Já. En, svona... Já, svo sem sagt, ég svo tekið stúdentspróf. Já. Og ég var ekkert viss hvað mér langaði að verða eða, eitthvað, ég vildi svona aðeins. Svolítið erfitt að velja líka. Já, og svo er það þannig að það er vinur minn í Hveragerði sem, ljótur. Hann var mjög bjartur og rauðhærður. Já, hár náttúrulega breytist, en hvað það? Við vorum vinir og við ætlum að fara saman til London, bara í ævintýraferð. Það hafði verið auglýst, hann hafði séð auglýsingu í Mogganum að það væri verið ósk eftir fólki í hótelvinnu. Já. Og þannig að, bara við sækjum en svo bara koksar hann á þessu, þannig að ég fer bara ein. Þú fer bara ein til London? Já, já. Og hvað svo foreldrar þín yfir því? Ekkert. Foreldrar mínir voru bara einhvern veginn. Svo það var þeirra skoðun sem væri nú gott að fleiri hefðu að maður á ekki börnin sín. Já. Maður fær það, maður á að gæta barnana en ekki að stjórna þeim. Og þau gerðu það alveg hvorugt. Og einhvern veginn, ég veit ekkert hvort þú hafa nokkuð tíma rætt það var bara einhvern veginn þeirra innræti. Að leyfa manni bara að fara ein til London. Já, algjörlega. Já, enda ég var náttúrulega orðin 20 þá, en það var ekkert já, þau bara leyfðu það. Já, og þetta er þá... Ég man aldrei eftir að þau hafi neitt sagt við því, bara það getur vel verið, en svo það var ekkert verið að hringja þá. Nei. Ég sendi einhver postkort og nokkur bréf. Ég var þarna var nú ekki einu sinni í ár, meir en hálft, en ég man ekki alveg nákvæmlega. Ég talið þetta seinna. Já. Það var rúmt hálft ár. Já. Og var að vinna þarna á hóteli, en já, það Þetta var miklir umbrotatímar í London. Já, svo náttúrulega alltaf verið að spyrja, ég fór til útlanda, ég sá Led Zeppelin í Laugardalshöll. Já. Það var bara mitt markmið að sjá Zeppelin og svo fór ég bara daginn eftir, ég man ekki hvort það var snemma morguns eða, ég var örugglega morgunflug en ekki alveg eldsnemma held ég. En þannig að ég satt hjá Jimmy Page og Robert Plant á leiðinni til London. Já. Fyrst vildu þeir hafa mig á milli sín, þannig ég satt fyrst á milli þeirra svona, en svo töluðu þeir svo mikið að ég bara fekk að skipta, þannig ég satt við hliðina á Robert Plant, Jimmy Page satt við gluggann. Þetta er vinóta sem ég hefur haldist. Ég þekki þá ekkert, ég bara hitt Robert Plant þrisvar, sem er mjög skrítið. Já, það er þetta mjög skrítið. En auðvitað er það nú sambandi við vinnuna og eitthvað slíkt, En það var mjög gaman þarna að vera með þeim og þeir voru rosalega flughrættir. Já, það? Já, bara mjög flughrættir og töluðu það, og það versta var flugtæki fannst þeim. Já. Já, og svo töluðu þeir svona saman bara eins og vinkonur eiginlega, fannst mér. Og voru að tala hvað það hefur verið frábært á Íslandi og þeir hefðu farið þeir var náttúrulega þegar þeim var boðið í Glaumbæ og Trúbrot var að spila
og þeir nefndi það sérstaklega hvað flautuleikarinn hefur verið rosalega góður. Já. Og það var það Gunni Þórðar, en hann spilaði líka þverflötu, en þeir myndist ekkert á, það var aðalega bara þverflötan sem þeir fannst að vera alveg briljant. Ég held að það var Jimmy Page sem sagði það. Já, það. Já. Og það er flott. Það er mjög flott, sko. Já. Ég vissi ekki að Gunni Þórðar spilaði þverflötu. Jú, hann gerði það, sko. Það var svolítið í poppinu í gamla dag. Já, það var mikið einmitt á þessum tíma. Svolítið svona þjóðlegalegt þetta var svona. Einmitt. Og meðan þú sást þarna á milli þeirra, er það þegar þeir eru að semja Coming from the land of the ice and snow? Nei, ég held að það var sko, þeir voru búinir að semja lagið. Já. Og voru með einhver texta, en eftir verin á Íslandi, þá breytti Robert Plant textan. Þú veist, í þetta. Þannig hann hefur greinilega ekki verið ánægður með hinn textan eða eitthvað slíkt, en það allavega það var þeim svona innblástur þessi ferð. Ég held að ég hef ekkert með það að gera. Nei, þú hefur verið þarna bara um þetta leyti sem að textin breytist. Jú, akkurat. Segjum það. Við segjum það. Og svo var bara mjög gaman og svo fannst mér það svo sætt, sérstaklega eftir á þegar ég var eldri og var að hugsa um það, að ég man ekki hvort þeirra var sem að sagði, vá, þetta var svo falleg kona, ég svaf hjá svo fallegri konu og hún svaf hjá mér þó að vera gift og hann var svo einhvern veginn svo hrifinn. Þú veist, það var ekki verið að tala eitthvað niður til konuna en neitt, það var bara, honum fannst það bara æðislegt. Já, það er mjög áhugavert. Hver er þessi fína gifta kona hafi verið? Ég veit það ekki. Það vildi ekki sögu. Hún veit það örgulega sjálf bara. Já. Og kannski einhverju aðrir. Já. En hvað? Þetta, já, mér fannst það bara að vera... Svona dagfarsbrúður. Já, svona Robert Plant, ég held að við sem Jakob, hann gæti verið ári eldri. Líklega er Jimmy Page fættur 46, held ég. Já, ekki alveg, já. Þú lendir svo þannig í London? Já, svo lendi ég í London og þá reyndar var hinn vafasami umboðsmaður Led Zeppelin. Vildi bjóða öllum stelpunum í flugvélinni í partí. En ég held ekki að Led Zeppelin hafi verið þar, þannig að ég hætti ekkert á það. Nei. Og fór bara á mitt Green Park Hotel. Og vann þar og það var ömulega leiðilegt að vinna þar. Og verkalýs standardin var ekki hár. Það var þannig að við fengum, eða maður fekk 1,5 frídag í viku, en þessi halvi dagur var þannig, maður þurfti að gera alveg það sama, en maður átti, bara maður gæti verið fljótari, og fekk maður 1,5 dag, annars bara var maður jafn lengi. Einmitt. Já. Þetta var mjög áhugavert. Þetta var engin búbót. Ekki beint, sko. Nei. En og hvað var það? Við fengum 30 pund á mánuði, sem ég veit ekki alveg hvað er umreikna núna, en það var bara ekki mikið, sko. 6 skall, kannski. En við fengum, sko, frítt fæðuhúsnæði. Sem var jafn slæmt eiginlega, bæði fæðið og húsnæðið. Já. Kakkalakkar fylgdu með og svona, alls konar búbót. Það var ekki verið æðislegt. Þetta hefur verið þannig á Green Park bara? Já, þetta var bara Green Park Hotel, þetta var bara Green Park hinum megin við götuna og mjög stutt niður í bæ. Já. Þannig að þetta var frábært og maður sá fullt af hljómsveitum og kynntist fólki og eitthvað svona. Og þú kíkir alltaf reglulega ennþá í heimsókn? Já, ég á vinkonu sem ég kynntist bara hvað árið síðar eitthvað, 72. Hún er árið eldri en ég og hún var að kenna ensku ég fór í enskudeild í háskólanum. Og þannig að já, og hún var að kenna þar, hún var sjálf að læra íslensku og er svo manneskja sem bara ég hef aldrei heyrt útlending tala íslensku eins vel og þá er ég ekki bara að tala um máli heldur framburðin og hann náði því bara alveg. Já, það er svolítið þannig að útlendingarnir okkar í íslensku deildinni í Háskóla Íslands, þetta er svona fólki sem mun koma til með að bjarga íslenskunni, segja margir. Já, ójá. Þannig að og ég var einmitt með að vera að bíða fyrir utan, þá svo gaman að sjá fólk alveg í löngum bunum koma í íslensku nám. Já. Halda á íslenska 1 eða jafnvel 2. Einmitt, þau eru multikulti heitir það. Já, fyrir inn á horninu. Á horninu, já. Einmitt. Þannig að
það er ekki svo eins og sumir halda fram að enginn nenni því. Nei, það er nefnilega alveg rétt. Og það einmitt vantar frekar tækifæri. Já. Svona með áframhaldi sérstaklega. Akkurat. Já. En úr stuðinni í London og þá kemur aftur heim? Já, og fer hana í býttu nú við, byrja í háskólanum með góðum ásetningi. Já. Svo er ég bara rosalega heppin að, hvað ætla ekki að hafa árið 1972, að þá vantar prófarkalesar á Þjóðviljan af því að það var verið að, Þjóðviljinn var sett í blý, það var náttúrulega allt sett í blý, áður en offsetið kom. Og sem er svona ljósmynda, þú veist, en áður er bara allt slegið í blý. Og það var prófarkalesari inn á Þjóðviljanum var Elías Mar. Og hann þurfti að fara upp í Síðumúla í blaðaprent sem var svona sameiningar prentsmiða, var mikil, það var róttæk bylting úr blýinu og yfir í offset. Og þá þurfti að fá einhvern auka að lesa á Þjóðviljanum á meðan Elías var þarna í læri. Já. Og þannig að ég náði því að lesa prófarkir. Þetta var náttúrulega svona keyrt út á blaði, en svo þurfti maður að lesa fyrirsagnirnar á hvolfi og afturbak. Já. Bara í blýið beint, Þannig að ég bara var mjög glöð að það er ekki smá heilaleik fyrir mig að lesa í afturbak á hvolfi. Já, það er svolítið, en það voru bara fyrirsagnirnir sem maður þurfti að hafa það þannig. Það er nú bara alveg nóg. En samt, já, það er það. En þannig svona komst ég í það. Já. Og það var að því að Svava Gesson var þá orðin fréttastjóri eða kannski ritstjóri að Þjóðviljinn, mér er ekki alveg viss, og hann vissi að ég var góð í íslensku. Ég hef alltaf haft dellu fyrir utan tónlist og fólki í kringum tónlistina, þá finnst mér setningafræði og svona málfræði alveg einstaklega skemmtileg. Já, er það emmeringur inn í þér? Já, ábyggilega. Já, ég meira að segja fekk bara háar einhvernir í íslensku í MR. En hvað það? Þannig að einhvern veginn, mér fannst gaman í enskudeild, sérstaklega í háskólanum, það var mjög gaman. Þá vorum við í húsi bara við Tjörnina. Já. Þannig við Tjarnagötuna. Var bara heilt 2-3 hæða svona gamalt hús. Já. Sem að núna er örgulega eitthvað fjölskylda á eða fjölskyldur, eitthvað slíkt, Við vorum alveg þarna sér í friði og fullt af rauðvinspartíum og alls konar. Og ég er DJ. Já, þú DJ. Já. Hvenær með græjurnar að heima. Já, einmitt. Og ég ætla að spyrja það því næst hvenær það kemur svo til. Þú ert ennþá að DJ eða plötusnúða. Já, plötusnýða segir ég stundum í öfsinum. Ég er enda að byrja á því mjög snemma bara sem unglingur á Selfoss eða á partí. Það mætti ég með plötuspilara og nokkra plötur. Já. Og svo var ég plötusnúður, það var búin til unglingamiðstöð í kjallaranum á Sundhöllinni hjá Selfossi og þar var ég plötusnúður til dæmis. Það var eftir ég kom frá London. En ég fekk fyrstu laun sem plötusnúður og það var á Dillon fyrir svona 26 árum. Já. Já. Hitt var bara svona eitthvað sem bara að vera með í partíinu. Já, og bara til þess að hafa músík í partíinu og eitthvað þannig, Já, að fá ráða músíkinu í partíinu. Já, kannski. Já. En þannig að það hefur alveg verið svona viðlóðandi mig. Já. Og já, þannig að þarna datt ég inn hjá Þjóðviljanum. Og var þar bara, svo kom í ljós þegar var þetta flutt allt í offsetið og blaðið sjálft flutti neðan úr bæ og upp í Síðumúla sem var kallaður blaðsíðumúli náttúrulega. Já, þetta. Og því að það þurfti 2 prófarkalesara í blaðaprenti því það voru unnið á vöktum. Þannig að maður var fyrri part aðra vikuna og seinni part hina. Og, já. Þannig
Já, talandi um það. Ég hef eiginlega alla hef unnið vaktavinnu eða svona óleiklega vinnu. Já. Ég reyndi einu sinni að vinna í bókabúð frá 9 til 6 eða eitthvað. Já. Og ég bara gata ekki. Það var líka leiðilegur andi í bókabúðinni. Ég get ímyndað mér Reynda dásanlega kona sem var að vinna með en yfir, þú veist, það var eitthvað. En hvað það? Og en það var líka bara tíminn. Það var mjög illa við mig að vinna svona alveg nákvæmlega. Alltaf eins. Já, svona yfir daginn. Af því að ef maður er í vaktavinnu og ef maður á fyrripartin frían og allir aðrir að vinna, það er alveg tvöfalt frí. Já, og þetta. En hvernig þú ert börn? Já, ég Harún Laufey mín sem hér Og Laufey okkar. Já, sem hér vinnu sem tæknimaður. Það er nefnilega hægt að verða tæknimaður þegar maður er plötusnúður, af því hún var plötusnúður mjög ung bara í Camden í London. Svo hef ég fylgst með dótturinnar verða plötusnúður. Akkurat, já, þetta er bara eitthvað. Þetta er eitthvað eftir. Ég held að þetta sé frá mömmu þó að hún hef aldrei verið plötusnúður. Já. En já, það er Laufey og hún á sem sagt 3 börn og 1 barnabarn sem er langum með barnið mitt. Og svo er það hann Ági sem er svona, já, auðvitað sonu minn, en svona, ef maður að vera nákvæmur, þá er það svona uppbyldissonur. Og hann á 2 litla stelpur. Já. Fullt af börnum. Fullt af börnum, sko. Já. Þannig að maður er alveg ríkur. En þú, tölum aðeins ástina, því að við erum fann að tala um börnum. Já. Hefur átt margar ástir? Já. Eitthvað, já. Nokkrar sumar sem ég hef aldrei hitt. Eins og Janis Joplin, ég elska Janis Joplin, sko. Já. Og já, svo ég hef, ég hef búið með 2 konum. Ekki einu. Það getur nú verið skemmtilegt. Hver veit? Það veit ekki. Það getur gerst. Það er örgulega gerst á hýpatímanum, sko. Já, ég held að það sé nú bara svona. Og gerist örgulega ennþá. Já. En þú var aldrei komið út úr skápnum? Ekki þannig. Nei. Já, býttu nú við. Það var einhverju viðtali, hvað hét það? Óþekkt fólk, nei, ég man ekki hvað heitir. Árni Þórarins var með og þá einmitt spurði hann mig og bara já, ég svaraði því. Já. Og en svo talaði ég við hann og sagði, heyrðu Árni, hvenær sendur þetta út? Og þá var það bara, það var upptekið fyrirfram og þá átti að vera næsta helgi eitthvað. Ég sagði, heyrðu, ég verð að hringja í tala við mömmu og pappa. Já. Af því að ég hafði aldrei neitt talað um þetta þannig. Maður talaði ekki eins og venjulegt kynlíf í gamla dag. Hvað þá eitthvað annað. En svo var þau reyndar ekki heima, þannig að ég hringi í Ásunu, yngri systur mína. Maður prófarkar sig líka þegar maður talar. Já, ég sé það. Og sagði, ég hef ekki náði og sagði henni þetta. Hún sagði, þau vita það ábyggilega, en ég skal hringið, svo fórum bara til þeirra. Og og þá auðvitað náttúrulega vissu þau það og þá pabbi sagði, hvað, þetta er hennar líf. Það var aldrei talað um þau, en bara einhvern veginn bara alltaf vita því, svo er mjög oft. Einmitt. Já, foreldrar þekkir. En á fólk ekki þurfa að tala um svona. Nei. Maður hefði haldið það núna, sko, árið 2025, en þetta er reynda svona ár. Sem allt verðist vera að fara tilbaka. Já. Og einhver, Varstu virkina í hins einn baráttunni, bara frá... Ég var ekki beint virk, sko, því ég náttúrulega átti, Laufey er fædd 74. Og mér fannst bara, ég var eins og í einhverju svona hópviðtali í einhverju blaði. Ég minna Svanhildur Konráðs hafi tekið viðtalið. Og þá laug unglingur og ég bara spurði hana. Hún sagði, þú ræður en
en ekki endilega. Þannig að ég var bara nafnlaus og það var allt í lagi, sko. Og sem ég skil vel. Hún var alls ekki að banna mér það, en bara svona, já. Já, þannig að, en, já, ég, fólk bara misjafnt. Sumir hafa þörf fyrir að bara segja og auglýsa og bara. En, og svo man ég eftir á tímabili í samtökunum, þá var verið að hvetja unglinga að segja bara frá þessu heima. Ég var ekki, af því að jafnvel þó fólk sé ekki beint fordómafólk, þá fólki bregður þegar einhver segir mamma ég er hommi eða ég er lesbí eða hvað sem er. Þá það er bara eðlilegt þannig lagað í svona samfélagi eða hvernig þjóðfélagið er og sumt fólk er einhvern veginn hræddara við kreddur eða kannski haldið þeim einhvern veginn sjálft. Þannig að það þurfa flestir tíma ef þeir eru ekki búinir að átta sig á svona fyrirfram. Já. Þannig, en ég held bara hver og einn verði að hafa sitt og voða erfitt að ákveða fyrir aðra hvernig þeir fara hlutunum. En mér bara finnst leiðilegt eða ef þetta er svo mikið mál enn þann dag í dag. Og ég tala nú ekki með það að versna aftur. Já, þetta verður nefnilega að vera að versna aftur. Já, það er bara mjög sorglegt. Það er svolítið skrítið að fylgjast með því. Já, en svo er það auðvitað, sko ég man eftir, það er svona mjög frægt símatími sem Stefán Jón Hafstein stóð fyrir í útvarpinu. Og það varu þvílíkir fordómar sem komu þá. Hvaða árætlu þetta hafi verið? 9-10 eða, ég man ekki alveg nákvæmlega. Já, kannski 80 eitthvað eða 90, já. Og þá voru bara allir, þetta voru allt kallar. Svolítið eins og núna. Já. Og en í þá daga var bara aðalega gert grínað svona fólki sem væri svona forpokað og fordómafullt. Já. En núna er fólk bara tekið allt og alvarlega, kemur einn og einn, þetta er alltaf sama fólkið á Facebookinni. Og ég held bara að þetta sé vitlaus aðferð að verða reiður á móti. Auðvitað er þetta fólk sem er hættulegt, en ef þú sér það þá er þetta, ég stundum sem er alltaf algjör tímaðislega rent augunum yfir, sko. Stundum segir maður eitthvað ef mann blöskrar alveg. En ég held að það sé lyft svo mikið undir þetta. Já. Og þetta sé ekki eins algengt og almennt eins og sýnist vera. Þetta er kannski ekki alveg að sé verið að gera úlfaldur í flugunni, en það sem að mér finnst samt vera hræðilegast eins og núna, og það er þetta meðal sko unglinga og ungsfólk, að ungir menn sé að verða bara eins og kallarnir voru 1980 eitthvað. Já, einmitt. Það er bara alveg hræðilegt. Akkur heldur og líka þetta, og ég er ekki að gera lítið úr því sem er sérstaklega virðist vera með transfólk. Ég er ekki að gera lítið úr því og það náttúrulega er bara að fólk skuli leyfa sér, hvort sem þú ert unglingur eða fullorðinn, að ráðast á fólk bara, jafnvel líkamlega. Og þetta gelt ef fólk vissi bara hvað það er heimst. Já. Hvað það gerir lítið úr sjálfu sér. Já. En auðvitað meiðir þetta og ég hef aldrei verið í þessum spórum, þannig að já, það er hræðilegt. Og þess vegna finnst mér einmitt að ábyrgt fólk bara á Alþingi og bara í alls konar svona stöðum að það þarf að passa hvað það leitur út úr sér. Já, það þarf að gera það. Já, af því að það eru of margir sem að halda þeim leyfist allt fyrst að þessi segir það. Einmitt. Já, þetta, mér finnst
að því við tölum aðeins hérna svona aðra fordóma, útlendingafordóma hérna í byrjun. Þeir einhvern veginn svona komu strax eftir því að Bjarni Benediktsson leyfir sér að setja færslu hælisleitendur þar sem hann svona spyrnið þeim saman við skipulega glæpi og þetta þarna jólin 2022 og síðan þá höfum við bara horft upp á þvílíka breytingu. Já. Þetta bara 2023 fyrir. Já. Svo það líka þannig að þegar þú skrifar eitthvað svona, setur færslu, þá stendur það bara þarna. Og sumt fólk ekki alveg passa samt með. Það öðruvísi þegar við sittum hérna og tölum saman. Þá get ég, svo eins og ég gerði aðeins svona venjulegt kynlíf. Ef ég myndi bara skrifa það, jú, ég gæti sett gæsalappir þannig séð, en sumir viti ekki hvað gæsalappir þýða. Og svipbrigði og allt svoleiðis. Það svo allt annað að skrifa heldur en að horfa á mannesku tala. Já. Að það getur alveg breytt merkingu. Þú setur það bara svart-hvítt á blað. Ég landi svolítið í því, ég veit ekki hvort að þú rendir í því að fólk svona, það ljáir mér ákveðna rödd í hausnum á sér og það skiptir ekki máli hvað ég skrifa. Já. Það skiptir máli sko hver les það. Þeir lesa sumir finnst ég agalega leiðileg og án þess að kannski þekkja mig en ákveða að ég sé einhvern veginn. Það fólk missir það miklu. Já, þú sért leiðileg. Og það er bara mikill heiður og þú segir að ég sé skemmtileg. Það er svona les mig með tón svona í hausnum á sér. Já, alveg fyrirfram að búa eitthvað og sumir, ég næstu vissum að sumir sko, með svona færslur það bara horfar á nafnið. Já. Og bara þá skiptir ekki máli hvað stendur. Já, nei, akkurat. Þetta er skrítið. En það hefur breyst rosalega hratt samfélagið á bara þínum uppvaxtarárum og þangað til núna. Þetta er örugglega örasta breyting held ég bara mannkynssögunar hérna á þessum örfá árum sem þú. Já, reyndar man ég alltaf eftir konunni, það var gömul kona sem var spurt fyrir dálítið löngu síðan hvað var mestu framfarir sem að hún hefði upplifað. Hún var eldgömul hún er örugglega látin fyrir löngu, en hún sagði gúmmístígvélin. Gúmmístígvélin? Já, hún sagði bara votur í fætuna alla ævi, svo loksins koma gúmmístígvélin. Hvað heldur að hafi margir fengið gikt? Einmitt. Það var örugglega dregið úr gikt með gúmmístígvélunum. Nei, ég segi svona að það er alltaf afstætt hvað er mesta uppfinningi og mestu breytingarnar. En ég samt sammála þér að það alltaf verið að tala að fólk sé einmana. Kannski þetta reitt einmana fólk sem er með alla þessa mannvonsku á netinu. Það bara einhvern veginn að hefna sín út í loftið yfir kannski eigin svona óréttláta lífi. En sko þetta eru allt og mikil samskipti. Ég held nefnilega að sko, þetta er kannski bjánalegt dæmi. Nei. Handlunni segir sko, vinylplatan sem var bara vinylplata þangað til svo 1980 eitthvað, þá var til 86 eitthvað cirka, ég man ekki hvenær svona geisladiskar urðu svona algengir. En sko vinylplatan var bara þannig, maður hlustaði á hlið A og kannski hlustaði maður á hann aftur, svona aftur og svo sneri maður við og hlustaði hinn minn til þess að fá gott yfirlit. En svo þegar geisladiskurinn kom, þá var bara öll platan á hlið 1. Já. Og svo fór fólk einhvern veginn að búa til lengri plötur til þess að nýta mínúturnar. Af því að ég held að sé komist næstu í 90 mínútur fyrir á. Þú bara hættur að hlusta eftir bara sko svona vinylplata sem getur verið korter í mestalagi 20 mínútur á held ég á annari hliðinni. Það finnst bara rétt rúmlega korter, er bara ágætt. Það er bara mjög gott. En sko svo er það bara of mikið í einu og þannig er þetta með svolítið eins og hérna netið.
og Já, allar þessar upplýsingar og... alltaf svo, já, og mikið af leiðindum. Bara ef þetta væri plata, þú verður bara búin að hendinni. Já, það er alveg svolítið mikið af leiðindum á netinu. Já. Ertu mjög virka á internetinu? Ég veit ekki alveg hvað ég á að segja. Nei. Mér finnst ég eyða á miklum tíma, en ég er ekki beint virkandi. Jú, einstakar sinnum svona, já, ég er mjög dugleg að dreifa. Já. Já, það er mjög mikið sent á mig, sko, alls konar viðburðir. Já. Og mér finnst það bara verið svolítið minn tilgangur á netinu, að dreifa því sem er gott og skemmtilegt. Já, þú ert svona stuðpinni. Þó ég komist ekki, þá vil ég gjarnan að vita því og eitthvað sem er svona tilgags. En það er eitthvað sem hefur alltaf svona loðað við skemmtanaiðina, en það er auðvitað fíknefna neysla og fylleri og þetta. Og núna í dag er verið að tala þetta ungt fólk sem svolítið komið aftur þarna í þetta. Já. Og heldur að það sé partur af þessu svona afturhaldi eða eitthvað svona, við séum bara komin einfallega bara tilbaka með allt, skoðanir og fyllir í eða er þetta eitthvað svona, er þetta merkjum eitthvað annað? Sko ég veit að ég stundum spekular í því að ég er nú ekkert saklaus af því að hafa prófað ýmislegt annað en áfengi. En ég er bara svo heppin eða mér finnst það allavega að ég vera heppin að bara áfengi er mitt Já, ég er búin að komast að því fyrir. Það er svona go to. Já, það er svona mitt. En ég er það er svona, ég hef aldrei reykt til dæmis, ég hef bara aldrei geta reykt. Ég hef aðeins reynt en bara, það er bara ekki hægt. Og þannig að ég get ekki dæmt kannabis eða neitt slíkt. Ég veit ekkert en maður hefur bara séð afleiðingar á bara fólki hvað bara ofnotkun á öllu leiðir til. Já, og það er þannig að ofnotkun á öllu einmitt. Já, bara það er alveg sama hvað það er. Og mér finnst það til dæmis mjög skrítið að geta drukkið sig til dauða, en það er hægt. Já. Ég skil ekki hvernig það er hægt, en það er hægt. Þannig að ég er bara eiginlega, mjög heppin að því leitinu. Og ég segi heppin að því ég meina það. Það er ekkert nein ákvörðun eða neitt. Það er bara þessi fíkni sjúkdómur sem sumir vilja gera lítið úr. Og margir lendi fíkni einmitt út af þunglindi sem sumir vilja líka gera lítið úr. Heldur að sé það kannski bara fleiri að því að það er eitthvað svona aukning á meðal ungmenna í dag? Já, sko þetta með, ég ætla einmitt að segja það, sko, þetta með sagt að nú er verið að segja að drykkja hafi aukist meðal unglinga eða bara ungsfólks. Að kannski er að því að þau hafa ákveðið að drekka frekar heldur en að vera í einhverju öðru. Ég veit það ekki. Þannig að svona er náttúrulega mjög erfitt að mæla, nema það sé spurt um það. Já. En ég hef aldrei séð könnun sem hefur leitt það í ljós, sko. Nei, af hverju fólk misnotar? Já, og svo náttúrulega staðreynd að það er aldurskaup í sambandi við áfengi. Aldurs takmark, meina ég. Þannig að það hefur verið auðveldara að kaupa alls konar önnur fíkniefni heldur en það. Og ég bara, Heldur þú að fólk sé meira einmana núna heldur en það var? Bara svona, þó að við séum einhvern veginn alltaf í sambandi við annað fólki gegnum tækin okkar? Já, ég bara veit það ekki. Nei. Ég mér finnst rosalega gott að vera ein. Já. En það er nú kannski að því ég vinn og hef alla mína tíð unnið á mjög mannmörgum stöðum. Þannig að ég fæ alveg svona næga návöru, það er ekki náið þannig, en þetta misnámið, það er bæði til vinir og kunningjar og allt þar á milli, sko. En þegar ég er komin heim, ég nenni ekki að endilega fá einhvern í heimsókn. Nei. Ég vil frekar bara fara eitthvað að hitta fólk. Já. En
En ég get ímyndað mér að margt gamalt fólk og fólk sem kannski að heft á einhvern hátt til þess að fara eitthvað og sérstaklega ef fólk þunglind, þá náttúrulega hefur það ekki, það mjög heftandi. Þannig einhvern veginn get ég ímyndað mér það og svo helvítis eineltið sem náttúrulega börn eiga við að etja og þar auðvitað eineltið líka á vinnustöðum. Og, já, við erum svolítið vond svona hvort við annað. Meira sé eitt mjög frægt í gangi núna en hérna. Já. En já, og það skrítið með þetta einelti hvað virðist vera erfitt að taka á því. Og þó að sé það eitthvað komið í gang en þá að vera einhvers konar allir skólar eiga að vera að vinna í samband við eitthvað kerfi en það virðist bara ekki ganga vel. Ég veit ekki hvort þetta fer eftir skólum eða hvernig það en maður heyrir bara ljótar sögur öðru hverju og bara eitthvað hérna og einhvern veginn að foreldrar við ekki trúi upp á börnin sín og allt það sko sem auðvitað erfitt en það þarf náttúrulega að horfast í augu við hlutina. Erum við ekki bara svolítið léleg í því að horfast í augu við hlutina? Jú, við erum það ábyggilega, já. Og læra af mistökum. Já, það er þessi líka eiginlega keppni. Þetta er hugreitt. Ég heyrði frá morgun út á Rásar 2 í morgun, ég reyndar heyrði það ekki alveg, en það var einhver innkirtlalæknir og það var verið að tala eitthvað hérna sko, það er núna líka að fara að tala karlmenn að þeir séu náttúrulega á breytingaskeiði, það var ekki beint verið að tala það þarna, en það var að tala það að karlmenn væri að kvarta að þeir verið eldast og eitthvað svona, þá mistu þeir eða hérna löngun í hérna kynlíf eða eitthvað. Og mína, já, er það ekki bara fínt? Sko ef að löngunin þá er það ekki bara allt í lagi. Einmitt. En ef þið langar ekki eitthvað þá ætti það ekki skipta máli. Nei, akkurat. En sko sumir náttúrulega geta verið ungir og það er eitthvað og það verið að tala sko að gefa testosterón, eitthvað þannig og örugglega þannig. En svona, ég veit ekki alveg hvort þetta er einhver svona miðlífskrísa. Já, mér finnst þetta áhugavert. En þið langar ekki eitthvað? Mér fannst þetta eitthvað, ég hlusta ekki nóg, ég hafði ekki tíma til þess, en mér fannst þetta einhvern veginn bæði svolítið fyndið en líka dapurlegt. Já, að langa ekki eitthvað, en langa að langa það. Já, langa það, einmitt. Langa maður. Já, en hérna, mér finnst það reyndar svo gott núna að sé farið að það ekki bara að vera að tala með fyrirlitningu og hún hérna á breytingaskeiðinu eitthvað svolítið. Við erum náttúrulega öll á einhverju breytingaskeiði. Já, ég held að það eru mörg breytingaskeið svona yfir ævina. Verða barn og unglingur og aðeins eldri unglingur og svo aðeins eldri unglingur. Já, akkurat. Mér finnst mjög gott bara að tala allt svona, en mér finnst einmitt sko að kannski þyrfti frekar sálfræði meðferð við þessu að langa eitthvað. Já, einmitt. Þá hlýtur að vera eitthvað svona samfélagsleg pressa sem segir manni að þú eigir að vera á eitthvað nátt en þú getur eitthvað en ekki fagna því að vera öðruvísi eða eitthvað svolítið. Svo held ég líka að sko ég hef það er svo gott að vera alltaf elstur og ég að vinna með fólki á öllum aldri en þetta er náttúrulega mest ungt fólk sem kemur á Dillon sem mér finnst það ungt sko. Já, það er náttúrulega verður að vera 20 og þannig að 30, 40, 50 ára sko. Það er fullt út í dyrum alltaf? Bara yfirleitt sko, bara mjög stuð. Yfirleitt, já. Og þú spilaði geisladiskum? Já, ég geri það. Þeir bila einstakar sinnum. Mér finnst að eigi vera geisladiskar á Dillon. Já, hann Óli Dóri var hérna í viðtali hjá mér daginn. Hann spáði því að endurkomu geisladisksins. Hann vildi meina það. Ég er bara sammálið eins og núna ég er á frábærum bíl 2005 módel held ég, eða 6. Og það er geislaspilari. Já. Já.
mér finnst það alveg frábært. Það geislaspilur er einmitt í mínum líka. Þess vegna kaupi ég frekar geisladiska heldur en vínyl, af því að vínyl er náttúrulega ekkert nýtt í mínum huga. Ég á alveg fullt hús af vínyl. En ég kaupi samt einu, en ég kaupi frekar geisladisk til þess að þetta geta verið í bílnum með það. Já. Hvað ert að hlusta á í bílnum núna? Það er svona... Það er Svanhildur syngur fyrir börnin. Já. Nei, svo er það bara alls konar. Maður að rifja upp bara Pink Floyd eða Bítlana auðvitað. Bítlana alltaf. Já. Og svo reynda kaupi ég alltaf mánaðaritt sem er nokkuð skonar mál- og menningarritt tónlistarinnar. Enskt blað sem heitir Uncut og það fylgir alltaf geisladiskur. Já. Og það er yfirleitt svona valin lög af nýútgefnum plötum en líka svo er það stundum svona gamalt þema. Og það náttúrulega er alltaf, maður rennir í gegnum það því ég er ennþá með þátt á Rás 2. Já, mikið rétt. Þú ert dugleg að kaupa tónlist. Já, ég er það. Og þú ert ekki mikið að nota eins og Spotify og ég nota þessar veitur. Ég nota alltaf Tidal. Já. Ég vil bara alveg auglýsa Tidal. Já, ég er nefnilega að gera það líka. Já. Og það skrifa T-I-D-A-L. Já. Það er betra soundar. Ég staðfest það á Dillon til dæmis. Af því að þau eru með Spotify þau eru með svona iPad sem við spila tónlistina úr. Þegar ég er ekki. Þegar þú ert ekki með mitt. Og einstaklega bíla geisladiskur, þannig ég hef stundum notað á móti, en ég er farin að nota bara síman minn og það er Tidal og það er svo miklu betra sound Já, það er rétt. Í húsinu. Já, þetta er að því að ég á svona tónlistamann í mínu lífi þá veit ég þetta það er mikill munur á gæðum á Tidal og Spotify. Já, og meira að segja tónlistamenn, þeir fá ekki mikið borgað, þeir fá þó 10 sinnum meira borgað heldur en á Spotify. Einmitt. Af því að Spotify borgar $0,00 eða eitthvað. En Tidal $0,0. Einmitt. Þannig að það er allavega það er allavega eitthvað. Þó að sé ekki ofrausn, þá er það allavega Akkurat. 10 sinnum betra. Þú gifti nú mig og þennan tónlistamann. Heyrðu, já. Það er ekki margir sem vita það. Nei. og ég vissi einhvern veginn aldrei að ég ætti að gifta ykkur beint. Nei. Ég held alltaf að Hilmar Örn er í þarna líka. Nei. Nei, bara þú. Já, svo ég bara, þetta var alveg mjög skrítið, það er mjög skemmtilegt. Þetta var mjög skemmtilegt. Já. Það var rosalegt partí. Já, ég held ég hafi gefið ykkur geisladiska pakka með Joni Mitchell. Mikið rétt. Já, sem er náttúrulega eitt snillingurinn. Já. Áttu uppáhalds tónlistamann, svona bara, þú ætti bara að velja einn. Það er eiginlega ekki hægt, þá myndi ég bara alltaf segja Bítlarnir, en það náttúrulega eru svo margir sem Þú þurfti bara að velja líka. einn Bítil þá. Hver er uppáhalds Bítilið? Má spyrja þessu. Sko, þegar ég var ung í MR, þá kom ég einhvern tímann heim með svona bítlablað og það var mynd af George Harrisoni aftan á. En þetta var helgi, þannig að ég var í unglingaherbergjunni á annarri hæð á Café Krús á Núbi og þá kom amma mín var niðri og hún kom upp í kaffi til mömmu. Og svo segir hún, nei, hvaða stúlka er þetta? Mikið er hún líka henni Siggu, sagði hún. Af því að ég heiti sko Andrea Sigríður og ég vil yfirleitt kölluð Adda Sigg á Selfossi. En amma sagði alltaf Sigga. Þá líka að því að frænka mín, hún hét sko Andrea Eigló, þannig hún var kölluð Adda, það sagði að ég kölluð Adda Sigga eða Sigga. Til þess að ruggla okkur ekki saman. En þetta er einn út úr dúrin en allavega. Já. En þannig að ég hafði einhvern veginn bara haldið upp á alla Bítlana en ég ákvað náttúrulega bara upp úr þessu að halda upp á George Harrison sem var svona líkur mér að sögn ömmu mínar. Já. Þannig að ég var með svona nefheldi, ég veit ekki alveg hvað var, Já. Og ég var náttúrulega eins og með dökkt hár. Já, ég tek það fram. Einmitt. Það var mjög dökkt, þú varstu með svart hár? Nei, ég var ekki, ég var með svona dökkbrúnt, það var ekki svart. Og þannig ég veit ekki hvort ég var að standa við það, en Bítlarnir væri náttúrulega ekki Bítlar á Lennons og McCartney. Nei, það er erfitt að velja.
það mjög erfitt að vera, þeir voru bara frábær heild. Ég bara, já, þess vegna voru þeir svona góðir. Og það hins vegar einstakt þegar þeir svo hætta, hvað þeim gekk öllum vel sóló. Það sko ekki sjálfsagt. Ég vildi átt bara einhver einn. Mick Jagger hefur gefið út sólóplötu, jafnvel 2. En ég veit ekki, já, hann hefur aldrei ekki reynt aftur. Nei. Ég man ekki hvort það er 1 eða 2. Það var allt í lagi en ekkert svona, já. Já. En Stones, ég fíla líka Stones. Ég hef aldrei verið í neinu liði. Ég hef mjög erfitt með að vera í liði. Ég til dæmis, já, svona ef ég horfi stundum á íþróttaleiki á Rauðaljóninu. Já. Það sem er alveg frábær bar og bestu pítsur í heimi. Og þar svona leikir í gangi og ég svo sem fylgist ekkert með þannig. Ekki síðan ég var prófarkalið frá Þjóðvilja, þá þurfti maður að lesa bara allt hvernig fór og þannig að, já. En sumliðin sem voru best þá eru hún verst núna. Já, En já, mér finnst bara af skildurækli, þá held ég, ef Liverpool að spila, þá held ég með þeim og ef Manchester United, það út af George Best, sem var mesti snillingur knattspyrnu sögunar, held ég, og bara enn. Hann var líka svo góður gæi. Já, svona alþýðlegur. Já, og eitthvað. Og var ekkert alltaf étrú í fótboltanum, en alltaf bestur samt. Já, einmitt. Ég vildi að mæla með því. Þeir voru oft bara með svona sígarettu á línunni og það var eitthvað neginn. Það var annar andi yfir íþróttir. Það var svolítið. Þetta var ekki orðið svona alvarlegt. Nei. Það var einmitt, Ólympíusambandi var að banna, að því að við tölum við vorum að tala hinsegin fólk. Ólympíusambandi var að banna núna transfólki eða transkonum að taka þátt. Já. Alveg. Já. Það er svona afturför. Sko, ég veistu það, ég er svolítið svona, ef þú ert í tali, ég er svona smá íþróttakona, ég keppti í sundi, en ekki mjög lengi, ferillinn var mjög sturtur. Herðu, ég var líka í sundi. Já, er það? Já, við ættum nú að keppa eitthvað. Já, við ættum að gera það. En hvaða sund var aðalega þitt? Skrið. Já, mitt líka. Já. Ég hef aldrei verið góð í bringusundi. Mér finnst það bara verið fyrir froska og útskeifa. Já, maður fær illt í hnén af því. Bara eitthvað bara, og það er svo slæmt fyrir bakið. Ég held að fólk sem er bakveikt að það á að stunda skrið. Já. En ég keppti í skriði aðalega, en líka í flugsundi og baksundi, sem ég finnst ótrúlega leiðilegt sund. Já, finnst þið það? Já, ég var bara óvart bara frekar góðið á tímabili. Já, ég er farin að synda svo frekar baksund en eitthvað annað. Mér er svo fínt að horfa upp í loftið. Já, þú meina það, og rekast á bakkan. Já. Stein með bakkan. Já. Nei, steinbakkan, já. Já, en já, við vorum að tala um Já, þetta trans. Já. Sko, ef þú ert alveg topp íþróttakona, en þetta er nú ekki eins og transfólk muni bara fylgjast á það. Nei, og ég held að, ég meina, það er engin afrekskona, transkona í íþróttum. Nei, en auðvitað, mér finnst að þær mig bara alveg keppa með og vera með og allt svoleiði, sko. En svo skil ég það einhver kannski er þetta mælanlegt eitthvað, ég bara veit það ekki, ég hef bara ekki sögt mér svo mikið í það, sko. En svo eru náttúrulega konur alveg sem eru bara fæddar konur og eru konur. Við konur erum ekkert með jafn mikið af einhverjum hormónum. Nei, það er örugglega munur á mér og þér eða eitthvað. Akkurat. Já, kannski að bara fara að mæla þetta almennt. Já, og keppi flokk eftir hormónum. Og kannski að kynlífsrað okkur eftir því. Já, mitt líka. Þú verður að vera lesbía, sko. Já, einmitt. Þú ert með ómikið að karlhormón. Já, einmitt, við verðum svo gjörn á að flokka einhvern veginn þegar við erum búin að flokka okkur í þetta, karlar konur, svona alveg fast. En við séum einhvern veginn farin að svona flokka okkur innan þeirra hópa líka.
líka. Já. En það var þetta, kveikjan að þessu öllu saman var ólympíski boksarinn var hann ekki frá Íran sem var svolítið svona karlaleg. Já, hún er ekki karl. En hún er ekki karl. Nei, hún er það ekki. Það er alltaf bara ótrúlega óreinslátt. Já, það er það bara. En það var svona kveikjan að því að þetta var bannað hjá Ólympíusambandinu. Núna bara, ég held að það hefur ekki Já, mér finnst það allt og langt gengi, sko. Algjörlega. En eins og ég skil kannski alveg topp svona alveg konu sem kemur bara einhver transkona og eins góður og kallanir eða eitthvað. Sko, ég skil það, en þetta er náttúrulega eitthvað sem hefur aldrei gerst og mun kannski mjög líklega ekkert gerast. Nei. En ég skil alveg sér tala þetta. En mér finnst þetta alveg vera allt og harkálegt og fyrir utan það að þessi kona er bara kona. Já, það er það. Já, við erum ekki hrifnar af því að fólki sé bannað að gera það sem það vill gera. En ég man eftir í fyrst, það var bara 1960 eitthvað. Þá voru systur rússneskar, Tamara Press og ég man ekki hvað hinn heitir eða hét. Og þær voru, allavega Tamara Press var held í örugglega í kúluvarpi. Og hún þótti mjög karlleg og var náttúrulega best af öllum og bara svona, já. En ég man ekki sérstaklega eftir hvað mér fannst það. Ég var örugglega ekkert að pæla í því. Nei. Það var bara einhverja svarthvítar myndir í Þjóðviljanum Já, eða eitthvað. og svona þegar þú segir það, þá eru það með spjótkastararnir og kúluvarparnir eru oft svona kraftalegar, svolítið svona karlalegar, en gæsaleppa konur. En það kom einhver grunur að Tamara væri ekki kona. Þannig að þá var held ég ákveðið fyrst að eða svo ég muni, þetta er bara ég í höfðinu, ég er ekki með neina staðreyndir hérna, ekki svo, jú, vonandi, en og þá var ákveðið að það yrði allavega kíkt hvort þú væri með tippi í kvennakleifanum, eitthvað svoleiðis. Og þá hurfu þær úr íþróttunum sem þótti eitthvað dularfullt, en ég veit ekki þetta. En hvað? Skrítin heimur. Já, mjög svo. Já, en skemmtilegur. Hann er mjög skemmtilegur og við kannski tölum ekki nóg það. Nei, það er nefnilega alltaf sko engar fréttir eru, eða góðar fréttir eru engar fréttir. Nei mitt. Það er svolítið þannig. Og þetta skilum maður það svo leiðis hafandi við unnið á fréttamiðlum eins og við höfum verið báðar. Já. Og þú ert. Já, ég er hér. Já, þú ert nú hér svolítið oft líka. Já, það er að því að ég er að styðja við ég geti verið tæknimaður hérna á mótunum Pétri. Hæ Pétur. Andrea Jónsdóttir, takk hérlega fyrir að koma í helgispjallið hérna hjá okkur. Það var dásalegt að hafa þig. Ég bara takk fyrir það og ég vil bara því að þetta er helgispjall bara vona það að allar góðar og eittir lýsi við okkur, allra. Og við getum verið svona sátt að mista kostum jólin og kannski framlengta. Já, það væri nú gott. Við erum bara góð við hvort annað. Umburðarlyndi og litblinda. Og litblinda, akkurat. Takk fyrir það. Og já, þá skulum við setja bara endapunkt og ég þakka kærlega fyrir öllu þeir sem áhlýttu. Pétri þakka ég fyrir að senda út og Andreu þetta fyrir að hafa komið í heimsókn. Takk fyrir að fá mig. Já, og góða helgi. Segðu það á Samstöðinni.